að fara yfir þessi dæmi saman. Við byrjum á dæmi A, þar sem stendur jólatinningi kastað 3 sinnum. Hver eru líkurnar á því að við fáum 6 einu sinni? Nú viljum við vita hversu margar líkur að við fáum 6 og þá gerum við 5/7 því að þá getum við fengið allt nema 6 og margföldum með 5/7 aftur og margföldum síðan með 1/7 og viljum halda þessu öllu inn í sviga. Sjá. 5/7 margföldum 1/7. Halda þessu inn í sviga, margföldum það með 3 því við getum fengið það í 3 mismunandi uppröðunum og þá fáum við svarið. Í B er okkur sagt úr jólaspilabunga sem eru 52 spil er dregið 1 spil. Hver eru líkurnar á því að við fáum lauf, kóng, 5 eða 6? Í þessu dæmi þá viljum við taka öll laufin saman og við viljum halda þessu inn í sviga sem eru 13 og við leggjum saman með kóngunum sem eru 3 eftir að laufakóngur er farinn og við gerum það sama með 5-unar og 6-unar. Svona. Höldum þessu öll inn í sviga. Síðan deilum við með heildarfjöldanum og fáum þá svarið. Í C er spurningin: í krukku eru 5 bláar og 5 rauðar jólakúlur. Nú eru 4 jólakúlur valdar af handahófi, 1 í 1. Hver eru líkurnar á að valdar sé 1 blá og 3 rauðar? Vinsamlega svarið í prósentum. Fyrst þegar við drögum bláa eru 5 kúlur af 10 möguleikum og þá gerum við hérna. Við viljum halda þessu inn í sviga. 5 af 10 og þá er 1 farin þegar við drögum aftur svo við margföldum með 5 af 9. Svona. Og við erum að draga 1 bláa og 3 rauðar. Svo næst þegar við drögum eru 4 af 8. Margföldum við 8. Og næst 3 af 7. Þetta höldum við inn í sviga og þar sem eru 4 mögulega leiðir margföldum við með 4. Svona. Og þá fáum við svarið. Í D þá er okkur sagt: jólateningi er kastað 4 sinnum. Hverjar eru líkurnar að við fáum fernu? Þá er það bara virkilega einfalt. Við gerum bara 6 af 6. Ef ég á að setja þá við byrjum að fá eina tölu af 6 sem er á teningnum og síðan margföldum við þessa tölu 6 4 sinnum þar sem við kostum 4 sinnum, þannig að þá bara margföldum við 1 af 6 af 6 og aftur 6. Þá ættum við að fá svarið. Þá er þessi dæmi búinn. Við erum að gera í dæmi 2 saman og í dæmi 1. Við byrjum á dæmi A. Í þessu dæmi eru 20 drengir í jólaferð og við eigum að finna hversu margir mismunandi leiðir er hægt að velja 5 þeirra til að fá 5 mismunandi hlutverk. Þar sem hlutverkin eru öll ólík þá ætlum við að nota permút. Setjum það inn og tölunar er 20 af 5. Þá fáum við svarið. Dæmi B stendur að við eigum að velja 8 nemendur í árshátíðarnefnd og sett eru þau skilyrði að í nefndinni séu minnst 3 af aðilar af sama kyni. Hve margar nefndir eru mögulegar? Þetta er svolítið flókið en við þurfum þá að gera kombin 23 sinnum kombin aftur
20 og svo 5. Svona, og síðan ætlum við að plúsa kombin 20 og 4, 24. Margfalda aftur kombin 24. Leggja saman kombin 25 og lokum margfalda kombin 20 af 3. Og þá ættum við að fá rétt svar. Í dæmi C, í þessu dæmi er verið að velja 5 stelpur úr 20 í stelpubandi Æsbæs. Ákveð marga vegu er hægt að velja stelpur í stelpubandi. Hér skiptir röðin ekki máli, bara hvaða stelpur eru valdnar, þannig að þá ætlum við að nota kombin. Sjá, setjum ég aftur á kombin. Þar að mynda eru 5 stelpur sem eru valdnar. Setjum við 25. Og þá ættum við að fá svari. Nú erum við komin í dæmi D. Og hér er talað að herra Hnýtismjör eigi 5 leðurjakka, 19 sólgleru og 10 hárbönd og 20 sólgleru. Og við eigum að finna hversu margar mismunandi útgáfur hann getur klætt sig í fyrir jólatónleikana hjá Geir Ólafs. Þannig þetta er einfalt. Við notum margfölduna aðferðina og leggjum bara öll átfötin saman. 10, 5 sinnum 19, 10 sinnum 20. Og það er upp á svari. Svo í dæmi E, þá erum við líka að nota margföldunar aðferðina, en dæmið hljómar svona. Líkurnar á að Jón Jónsson hlusti á lag með bróður sínum eru 0,1, að hann tampur sig 0,95 og hann verði í fílu á sviðinu eru 0,2. Hverjar eru þá líkurnar á að hann hlusti á lag með bróður sínum, gleymi að tampur sig og verði fílu á sviðinu? Þannig þá gerum við 0,1 margföldum það með 0,95 margföldum með 0,05 og því það eru líkurnar sem hann gleymir að tannbursta sig. 0,05 og 0,2 og þá eigum við að fá svarið. Þá er dæmi 2 búið. Í dæmi 3 og við bærum á dæmi A. Í þessu dæmi er Leppalúði yfirmaður á jólaverkstæðinu og það er verið 6 álfar, 13 jólasveinar, 11 púkar og 10 tröll. Hann ætlar að kíkja á tónleika með Æsgæs og vill taka með sér 8 jólasveina, en spurningin er á hversu marga vegu getur hann valið 8 jólasveina af þessum 13. Þar sem röðin skiptir engu máli þá ætlum við að nota kombin. Og þá er það bara 13 og 8. Því hann ætlar að taka með sér 8 af 13 jólasveinum. Og þá fór svarið. Svo í dæmi B er næsta verkefni hjá Leppalúða og hann vill velja sér 3 álfa, 3 tröll og 3 púka til að hræða unga börn á leikskólanum. Við erum aftur að velja hópa þar sem röðin skiptir ekki máli og við ætlum að nota kombin. Við byrjum að stimpla bara inn kombin. Fyrsta kombin er 6 af 3. Þetta eru álfarnir. Margföldum við með 10 af 3. Þetta eru tröllin. Og margföldum aftur
og 11 af 3. Þetta eru bókanir og þá fáum við svarið. Svo í dæmi C er spurt á hversu marga vegu getur Leppalúði raðað öllum tröllunum upp fyrir myndatöku. Það eru 10 tröll og röðin skiptir máli, þannig við notum fakt í þetta skipti. Og það er bara einfalt. Það er bara fakt og 10. Og þegar tröllin eru 10. Og þá fáum við svarið. Í dæmi D þá er spurt á hve marga vegu getur Leppalúði tekið mynd af öllum jólasveinunum, tröllunum ef jólasveinarnir þurfa að vera saman og tröll þurfa að vera saman á myndinni. Þá leysum við það þannig að við höfum 2 hópa, hóp jólasveina og hóp trölla. Þessi hópa geta staðið í 2 mismunandi röðum og við ætlum að nota fakt aftur. En áður en við notum fakt, þá ætlum við að gera 2 sinnum fakt 10 lokasvega margfalda með fakt 13 og lokasvega. Og þá fáum við rétt svar. Þá er dæmi 3 búið. Það er síðan dæmið og það hljómar svona. Í hópi 25 jólasveina eru 4 sem eru bæði ljóshærðir og réttendir, 7 sem eru hvorki ljóshærðir eða réttendir og 9 sem eru ljóshærðir. Við erum að gera töflu sem sýnir skiptinguna og ég er búin að skrifa aðeins inn töfluna til að flýta fyrir en núna ætlum við að fylla hana. Það eru 4 sem eru bæði ljóshærðir og réttendir, 7 sem eru hvorki ljóshærðir né réttendir, 9 sem eru ljóshærðir og þá eru 5 hér sem er annað og réttendir. Svo við fáum nú 25 sveina. Síðan summum við þetta allt saman. Svona og byrjum að reikna. Í B valin er 1 jólasveinn, reikna líkurnar á því að hann sé réttendur, vinsamlega svari í prósentum. Þá gerum við 13 af 25 og fáum rétt svar. Í því næsta þá valin réttendur jólasveinn, reikna líkurnar á því að hann sé ekki ljóshærður, vinsamlega svari í prósentum. Þá gerum við 9 af 25 og fáum 9 af 13. Svona. Þarna erum við. Fáum rétt svar og síðan í D í skóla eru 410 nemendur. 210 þeirra eru í ensku, 110 eru stærðfræði og 60 eru í báðum fögum. Nú er 1 nemandi skólans valinn af handahófi. Hver eru líkurnar á því að hann sé ensku en ekki stærðfræði? Vinsamlega svari í prósentum. Þá væljum við 1 nemandi af handahófi skoðum 2 spurningar. Hver eru líkurnar á að sé ensku en ekki stærðfræði? Svona. Þá er það 150 af 410 nemendum. Fáum við svar. Og í E, hver eru líkurnar á því að hann sé hvorki stærðfræði né ensku, vinsamlega svari í prósentum. Þá gerum við aftur. Þá gerum við 210 pluss 110 mínus 60. Sem er ekki rétt. 403, við erum að gera inn í svega. 410 mínus 200 og 60. Loka svega deilt með 410. Og þá fáum við rétt svar.
Síðan förum við hér niðri prófið og getum séð að öll dæmin okkar eru rétt. Þá er þetta búið.